Jesus. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm left out. I praise when surrounded. 'Cause praise is the one my enemies drowning. Sing it on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Woo! I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than I sound. Hey, praise is the one. Woo. Hallelujah. Long as I breathe. Jesus, halleluja. Välkommen och samkommen att man låg ut av mig hela amen. Við ætlum að gefa honum dýrðina, við ætlum að lyfta upp nafni hans í dag því að hann er trúfastur. Halleluja. En þetta er verst dagsins, en leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Hlustu á þetta, leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Það mun allt þetta veitast yfir auki. Og það er lykillinn er fyrst að leita Guðs og þá mun allt annað koma eftir. Matteus og Guðspjall 6:33. Halleluja, við ætlum að lofa Guð í dag. Halleluja. I praise when I feel it. I praise when I don't. Woo! I praise 'cause I know you're still in control. I praise when I feel it. I praise when I don't. Repeat. Praise 'cause I know you're still in control. Halleluja. Takk Jesus, við lofum þig, halleluja. Takk Jesus, svona kom þetta. Halleluja. This is the weapon. It's more than I sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Og svo kemur, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be crying, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Oh
Jésús. Halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able and save and deliver us. Jesus. We put our hope in your name, Jesus. Let's sing and honor. Steadfast and movable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast and movable, nothing's impossible, 'cause our God.
þakka þér fyrir, drottinn minn, hver þú ert, halleluja. Nú ætlum við aðeins að fara aðeins niður með þetta. Við ætlum að fara í lofgjörð, halleluja. Við ætlum að lyfta honum upp. Hann er trúfastur. Halleluja. Drag mig nær þér, Guð, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn. Dýrð þína og ást ég finn, vísa mér þinn veg, drag mig nær þér, Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér ó vertu nærri mér. Drag mig nær þér, Guð, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér og dýrð þína og ást. Yndi mitt þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn. Dýrð þína og ást ég finn, vísa mér þinn veg, drag mig nær þér, Guð. Jesús, halleluja. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér ó vertu nærri mér. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér ó vertu nærri mér. Ó vertu nærri mér. Ó vertu nærri mér. Takk, Jesús, halleluja. Við lofum þig, dragðu okkur nær þér í dag. Gefðu okkur meira af þér í dag, drottinn Jesús. Að við mættum ganga veginn, halleluja. Ganga eftir þér, drottinn Jesús. Helgist þitt nafn, drottinn. Ég trúi á þig, drottinn minn. Ég trúi á þig, heilagi Guð. Helgist þitt nafn. Þú ert verður í dag, drottinn minn. Þú ert alltaf verður að vera lofaður, drottinn. You are here.
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are the waymaker, miracle worker, promise king, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise king, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turn lights around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. To see it, you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when
Helgist þitt nafn, Drottinn. Helgist þitt nafn. Lofa Drottinn sála mín og allt sem í mér og gleym eigi velgjörðum hans. Og Hebreabréfið það minnir okkur á í 12. kafla að þið ekki komin til einhvers fjalls sem á verið þreifað, þið ekki komin á samkomu sem allt í föstu helgisiða formi og má ekki ropa eða prumpa eða neitt sko. Heldur segir Hebreabréfið okkur það að þið komin að hátíðarsamkomu safnaðar frumgetina sem á himninum skráð til Guðs dómara allra til anda réttláta sem fullkomnir orðnir. Það búið að fullgera ykkur. Það fullkomna, sagði Jesús. Og þetta þakklæti sem við finnum í hjart okkar. Og við erum komin til Jesú, meðalgangara ný sáttmála og til blóðsins sem hreinsar og talar kröftulegra heldur en blóð Abels. Það sem að hrópa einhver með þér, sem gerir þið þunglindan eða þunglinda, það svo erfitt að vera þunglindur þegar maður þakklátur. Og það svo gott þegar þú kemur í kirkju, þú finnur breytingur eftir að hafa verið að lofa Guð. En eitt af því sem við sáum í Biblíunni hvernig Guð hefur frá upphafi notað auð og eignir til að styrkja starf sitt. Ekki loka hjartanu, haltu því opnu, því að náðin, það svona opið hjarta, það segir, lofaðu Drottinn sála mín og allt sem í mér, og ekki gleyma velgjörðum hans. Og Orðskviðni 3, 9-10, þar við einmitt hvött til að heiðra Drottinn með eigum okkar. Hugsaðu hvað þau? Heiðraðu Drottinn. Heiðraðu Drottinn. Það erfitt? Nei, alls ekki. Síðan heldur hann áfram og hann segir, með eigum okkar frumgóð og allt sem við höfum aflað og lofa, og okkur lofað að þá fyllast hlöður okkar og kerin fljóti yfir. Í öðru Kórinthubréfi 9:67, þá segir Páll postul okkur að sá sem sáir ríkulega mun einnig uppskera ríkulega. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að gefa frjálsum vilja með glöðu hjarta og Guð elskar glaðan gjafara. Að það þegar gleðin yfirtöku, náð Guðs hefur fengið að koma stað og rýmkað í hjartunum og segja, vá, þetta allt þig, Jesú. Og þess vegna hvernig þessi vers sýn okkur að fjárhagur og gjafir ekki aðeins jarnesk málefni. Þetta nefnilega ekki bara jarnest. Þetta hluta fyrir andlega líf okkar. Guð hefur gefið okkur það sem við eigum, ekki aðeins til að mæta okkar eigin þörf, heldur líka til að við getum tekið þátt í verkum hans. Og við sjáum þetta svo greinilega í Postulasöfnu 34-35, að þetta fyrsta kristilega samfélagið, að það sem þeir deildu öllum fjárhag. Og það var meira til þess að venda boðskapinn, heldur en að gera eitthvað svona social kommunu. Að það var ekki, þá straujaðist út öll keppni og alltaf hver ætlar að eignast flottasta húsið. Það var til þess að venda boðskapinn. Hann var svo nýr og hann var kominn bara hérna. Hann var að gera þetta fyrir okkur, hann fyll okkur að heilugum anda, hann dó og vá. Það ástæða fyrir þessu. Og þegar við gefum, erum við ekki bara að styrkja kirkjuna fjárhagslega, við erum að leggja okkar á mörkum til þess að boðskapurinn Jesú Krist nái til fleiri hjartna, nær og fjær. Gjöf okkar eins og sáðkorn sem Drottinn sjálfur nærir og lætur vaxa til þess að fagnaðurinn þetta verið breytt út. Þú sér að það sem þú gefur, það yfirgefur höndina, það yfirgefur aldrei líf þitt. Og við þurfum að sjá þetta eins og við erum að byggja svona vopnabúr. Við erum að byggja svona herkistu og hver 100 kall, sko, þetta eru 100 litlir hermenn sem að berjast í fagnaðarrundinu. Og Guð að sá og hann að opna, hann að vika. Þetta ekki bara peningur. Pældi, þegar þú fær launaumslag, þá það mæling á þeim tíma sem þú búin að leggja til starfa, búið að setja því umslag eins og sáðkorn. Þegar það sé sáðkorn, þau kom alltaf í umslagi. Og síðan gefur þú af þessu inn í ríki Guðs og hann að reyna að opna þetta fyrir okkur. Og þannig, kæru vinir, skulum við gefa að heilum hug með gleði,
að við erum að heiðra Drottinn, stuðla að útbreiðslu fagnaðarins og vera þáttakendur í verki sem hefur eilífa þýðingu. Hver króna, hver gjöf, hver fórn sem við færum til verksins í raun lofgjörð til Drottins og vitnisburður það hversu mikils viðmetum fagnaðarerindi sem hefur umbreytt lífum okkar. Við skulum því gefa með trú, gefa með gleði og gefa Guði til dýrðar. Tökum 12 sekúndur og leyfðu heilugum anda að tala til þín hvað á að gera. Andi Guðs, ég bið bara að þú andi náðarinnar. Talaðu inn í hjörtu eins og sérhvers. Að við mættum með gleði, að við mættum með trú, gefa inn í þitt verk. Ég bið að blessa þessi samskot, með að vera mikilverk í Guðsríkinu, að margir mættu heyra fagnarerindið Guðsríkið. Í Jesú nafni. Amen. Og með við gefum þá ætlum við að fara aftur inn í laggjörð og allir þekkja þetta lag sem við erum að taka næst og endilega syngið þið með. Their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Jesus, við lofum þig, halleluja. Þú ert verðugur þess alls, drottinn, að líf okkar mætti verða fyrir þig, drottinn Jesus, halleluja. Takk, Jesus. Helgist þitt nafn. Takk, Jesús. Við eilífð hyllum konunginn. Má ég heyra amen. Týrsi Guði, Guð góður. Það er yndisleg nærvera hér í dag. Alveg yndisleg nærvera. Finnið það? Það er frelsi í húsi Guðs. Og þar sem Jesús það á að vera frelsi. Halleluja.
Þannig að það yndislegt að vera með ykkur hér í dag. Búið að vera yndisleg helgi, alveg magnaður hann Mikki vinur okkar. Við erum að kynnast honum betur og við hlökkum til þess að fá hann oftar til landsins. Mamma, þú getur kannski reynt að túlka fyrir hann. Við ætlum allavega að halda áfram með samkomuna. Mér langar bara til þess að benda ykkur á næsta miðvikudag þá ætlum við að vera með lofgjörastund. Við ætlum að vera með stund þar sem við lyftum upp nafni Jesú, við komum hérna saman. Þetta er svona einfalda stundir, við bara syngjum Guði lof og dýrð og ég bara mæli svo innilega með þessum stundum. Þetta er eitthvað sem enginn ætti að láta fram hjá sig fara. Þannig að við erum trúfest að lofa Drottin á þessum tímum sem við lifum á, ekki veitir af. Halleluja, gera hann dýrlegan í öllu okkar lífi. Hversu margir vita það, hann er alltaf réttlátur, hann er alltaf góður. Takk Jesús. Það er svo gott að tilheyra Guði og maður bara hugsa ykkur að vera með Guð í liði sínu, eða við í liði Guðs öllu heldur. Þá er einhvern veginn, hann er meiri heldur en það sem að kemur á mót okkur. Það er bara önnur sýn á lífið. Þannig að við erum ekki fórnarlömb, við erum sigurvegarar. Týrsi fyrir þetta, erum við sigurvegarar? Erum við sigurvegarar? Þetta er betra. Við ætlum að rísa á fætur og við ætlum að biðja hérna fyrir orðinu. Við ætlum að biðja Drottinum að smyrja varir hans og tungu. Við ætlum líka að biðja Guð að opna hjarta okkar. Það sem er svo mikilvægt, vinir, þegar við tökum á móti orði Guðs í hjarta okkar, að við tökum það í mjúkt hjarta. Stundum er það þannig að hjarta okkar harðnar upp. Það getur verið einhverja kringumstæður sem við förum í gegnum. Ófyrirgefning getur hert hjartað. Þá þurfum við að biðja Guð að leysa hjartað. Við þurfum að biðja Guð að mýkja upp hjarta okkar. Pössum okkur vinir að óvinurinn noti ekki snöru sína til þess að halda okkur í einhvers konar gíslingu. Ekki leyfa honum það, því að hann er sigraður, hann er löngu sigraður. Akkurat, og við ætlum þess vegna að lofa Guð í öllum kringumstæðum, líka þegar okkur finnst við vera beitt órétti. Vitið að Guð hefur alla hluti í hendi sinni og hann mun láta hlutina samverka okkur til góðs. Má ég heyra amen. Þannig að við erum ekki fórnarlamb hér í dag, við erum glöð, við erum ánægð, við fljúum upp á vængjum sem ernir. Halleluja, biðjum saman, Drottin við lyftum upp þínu nafni. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir það, Drottin minn, að þú ert hér í dag, Drottin. Ég bið að mæta sér hverjum og einum fyrir anda þinn, Jesús. Ég bið Drottin að leysa hér í dag þá sem þarf að leysa. Ég bið Drottin að fyrirgefa þeim sem þarf að fyrirgefa. Drottin, ég bið að reisa við þá sem að þarf að reisa við. Og Drottin, ég kem ekki að kvíða, ég kem ekki að þunglindi. Ég kem ekki að öllu því sem að reiki sér upp, gegn þekkingun á syni þínum. Halleluja. Og ég tala frið, ég tala kærleika, ég tala langlindi. Halleluja. Ég tala, Drottin minn Jesús, gleði sem er ekki af þessum heimi, sem að Drottin við fáum út af því að við tilheyrum þér, Drottin. Og Drottin, ég bið fyrir Mikki þegar hann talar orð þitt hér í dag. Ég bið að blessa hann. Ég bið Drottin yfirflæði líf hans, Drottin minn. Ég bið Drottin að blessa fjölskyldun hans, Drottin minn Jesús. Og við biðjum í Jesú nafni og allur líðurinn sagði. Amen. Mér langar til þess að við höldum okkur standandi og klöppum fyrir Mikael Lúen. Halleluja. Og Hilmar að sjálfsögðu. So good. Wonderful. So good to be back. Það er svo gott að vera komin hingað aftur til ykkar. It's 6 years now, Það eru 6 ár síðan ég kom hérna síðan. and I'm still look 25. Og samt lít ég út fyrir að vera 25 ára. It's unbelievable. Þetta alveg ótrúlegt. So I'm so glad and so happy to be back. Ég gleði mig að vera komin aftur til ykkar. We had a great fellowship on Friday and yesterday. Við áttum svo yndislegt samfélag á föstudaginn og í gær. So thanks to Sibba and to Ali. Takk Sibba og Alli. Ali I don't seen so much. Alli var svolítið upptekinn. He's been working, Hann búinn að vera að vinna mikið. but good to see you. En gott að sjá þig. So thank you for inviting me back. Og takk fyrir að bjóða mig tilbaka. Thank you for the fellowship, Hilmar, Takk fyrir samfélagið Hilmar, Gunnar, Gunnar, Colum, and Bra. Yes, I can speak in tongues also. Sorry.
Yeah, yes. But we had very good fellowship yesterday. Yeah, yesterday. Yes, and on Friday also. We were talking about be normal. Við vorum að tala það að vera eðlileg. Don't be a crazy religious person. Að vera ekki svona trúarbrjálæðingur. Amen. Amen. Read what the Bible is saying. Lesa hvað Biblían segir. And do it. Og framkoma það. Don't be a beggar. Ekki vera ykkur betlari. You are a son and a daughter. Þú sonur og þú dóttir. Act like one. Og það áttu að haga þér sem slíkur eða slík. Amen. Amen. Act like a son and act like a daughter. Haga þér eins og sonur og dóttir. So that's very important. Það mjög mikilvægt. God is on your side. Guð, hann með þér í lífi. He's happy for you. Hann gleðst yfir þér. He's not mad. Hann ekkert brjálaður út í þig. He's glad. Hann gleðst yfir þig. He's not in a bad mood. Hann ekkert í slæmu skapi. Never in a bad mood. Aldrei í slæmu skapi. Never sick. Hann aldrei veikur. Always on top. Hann ríkir alltaf yfir kringumstæð. And we are seated with him. Og við sitjum til hægri handar honum. At the right hand of the Father. Við sitjum til hægri handar föðursins. So enjoy the view. Þannig að njótið útsýnisins. Amen. Amen. Then I met some of you before. Ég hef hitt sum ykkar áður. But maybe you know who is Michael. Og sum ykkar veit ekki hver Mikael I'm born in Sweden, Stockholm. Ég fæddur í Stockholmi í Svíþjóð. Living close to Oslo in Norway. Ég bý nálægt Oslo í Noregi. But I'm not Swedish. En ég ekki svíi. I'm not Norwegian. Ég ekki norsari. I'm from heaven. Ég frá himnum. I'm born again. Ég endurfæddur. Amen. Amen. So you can from now on call me King Michael from heaven. Þannig að þið getið hérna frá kalla mig Mikael konungur frá himni. Amen. That's me. Það ég. Oh, that's good. So we have 3 children. Við hefum 3 börn. 3 grandchildren. 3 barnabörn. The oldest daughter was 31 today. Og elsta dóttir mér var 30, hún 31 árs í dag. I have only one wife. Og ég á bara eina konu. The same one. Á sömu. For 36 years. Í 36 ár. Because I only have one because a pastor told me a long time ago. Ég á bara eina því að það var einhver pastor sem sagði mig fyrir löngu síðan. If you get 2, ef þú fær 2 konur, you will have 2 mothers-in-law. þá færðu 2 tengdamömmur. And I can, that's too much. Og það alltaf mikið. It's okay to have fun. Það allt í lagi að gleðjast í hérna. Amen. So good. God is good. God changed the message. I had to put it on paper. Guð, hann breytti boðskapnum hérna, þannig ég þurfti að skrifa þetta á blað. Repetition creates a champion. Endurtekning býr til sigurvegara. So if you want to be good at something, Ef þú vilt vera góður eða góð í einhverju, you need to do it over and over and over and over again. þá þarftu að endurtaka þetta í sífellu. If you will be the best guitar player, Ef þú ætlar að vera besti gítarleikarinn, then it takes 10,000 hours to be on top. og þá tekur það 10.000 klukkutíma til að vera á toppnum. And in church, everything is by grace and faith. Og í kirkjun allt af náð fyrir trú. But we need to change and have the focus in our life on Him. En við þurfum að einblína á hann. Renew our mind and so on. Endurnýja hugarfarið og þess aftar. So my goal, my dream, Þannig að markmið mitt og draumur is to create Christian champions. að búa til kristna sigurvegara. Amen? Amen. But then you need repetition. You need to hear it over and over again. Þá þarf endurtekning eiga sér stað. Þú þarft að heyra stundum sama hlutin aftur og aftur og aftur. So maybe today you will think, I've heard this before. Og kannski í dag þá segir, ég er búin að heyra þetta áður. Yes, maybe. Já, kannski. But don't take out the seed. En ekki rífa sáðkornið upp. Because I will put some seeds in you today. Þegar ég mun sá frækornum í ykkur í dag. And the Bible tells that the little devil will take the seed at once. Og Biblían kennir okkur að óvinnurinn reynir að koma og ræna sáðkornunu sem orguðs. So he tells you, this I've heard before. Og þú segir bara svona, ég er búin að heyra þetta áður og þú bara svona hunsar þetta. And then you think about the football game. Og þú ert bara að hugsa fótboltaleiki. It's Liverpool today. Það Liverpool að spila í dag. It's now. Og hann núna, akkurat. I take away, that seed was not a good seed. Ég tekið í burtu, þeir
að vinna, sko. They're winning, actually. Yes, they're winning. Yes, but that seed, their mind are gone now. So this is so very important. Þannig að þetta svo afar mikilvægt. Because you are a champion in Jesus. Þegar þú ert sigurvegari í Jesú Kristi. You are more than a conqueror, as Siba was saying. Eins og Sibba var að segja að þú ert meira en sigurvegari. You will not be, you are. Þú munt ekki verða það, þú ert það, segir Biblía. You are a man of God, a woman of God. Þú ert Guðs maður og kona drottins. How can you be it? Hvernig getur þú bara verið það? You need to see in the mirror. Þú þarft að horfa í speilin. You need to be who you are. Þú þarft að vera sá sem að Biblían segir þig vera. So what I will speak today, Þannig að ég ætla að tala í dag. it's prophetic words Þetta spámanlegt orð, direct from the scriptures. beint frá orði Guðs, frá Biblíunni. I believe in prophecies direct to people, Ég trúi vissulega á spátansord beintin í líf fólks. but this is the best we have. En þetta besta spátansorði sem við höfum. I can tell you, God will never leave you. Ég get sagt Guð mun aldrei yfirgefa þig. I've heard that before. Og ég hef heyrt það áður. But if I say it like this, En ef við segja þannig, so says the Spirit of the Lord. svo segir andi drottins, Hilmar, I will never leave you. Hilmar, ég mun Ooh, aldrei yfirgefa þig. it was the same. Og þetta sama orðið. So don't get stupid. Þannig að ekki vera svona missa vitið. Amen. Amen. Because many prophets, I believe in the gift of prophets and the prophet also and the apostles and so on. Ég trú alveg á gjafir heila sanda, spámenn og apostol og þess að But many of them draw them to them. En það svo margir af þeim sem að draga fólk til sjálfsín. My goal is to set you free from me and depend on him. Markmið mitt að þú eru frjáls frá mér og þú reiðir þig á hann, Jesús. Amen. Amen. I don't want you to follow me. Ég ekki að fá okkur að fylgja mér. Follow him. Fylgdu Jesú. But I will point to him. En ég mun fara til hans. Amen. So what I will talk about today, Það sem ég ætla að tala í dag. I'm here to call out the Vikings in Iceland. Ég hér til að kalla fram víkingana á Íslandi. You need to raise up. Þið þurfa að rísa upp. One agree with that. Ja. That's good. Amen. Það einn þarna í afturstu röð. Amen. That was one. Það allavega einn. Hopefully we will have some more. Kannski bætast fleiri í hópinn. But as we were talking also on Friday, especially the man. En svo vorum að tala á föstudaginn, sérstaklega karlmenninir. Amen. We need man. Við þurfum karlmennina. We need woman. Við þurfum fleiri karlmenn. But especially the man needs to rise up. Jú, við þurfum konur, en sérstaklega þurfum karlmennina að rísa upp. So we will look at Joshua and Caleb and David today. Þannig að við ætlum að lesa Jósúa, Kaleb og Davíð í dag. Amen. Amen. So first of all, what they did, Í fyrsta lagi, hvað gerðu þeir? those three boys, Þessir þrír drengir. or Joshua and Caleb was not boys, they were 40. Já, Jósúa og Kaleb, þeir eru nú fertur, hefur hún ekki engir ungvið? Yes, that boys. Yeah. Jú, það er eiginlega bara svona táningar. David was a boy. Davíð var táningur. What they were doing, Það sem þeir voru að gera, they were speaking differently. þeir voru að tala öðruvísi. They were speaking faith. Þeir voru að tala í trú. So thank you, Father, Þannig að þakka þér, Faðir, for this wonderful service. fyrir þessa guðþjónustu. Thank you, you are here. Þakka þér fyrir að þú ert Your hér, presence is here. að nærvera þín Your er hér, power is here. kraftur þín er hér, You are here. þú ert hér. And you will touch each one, Father, Og þú snertir einn og sérhver in the name of Jesus. í Jesú nafni. Amen. Amen. And when we preach, Og þegar við erum að predika, because we are two, þegar við erum tveir, amen, amen, expect a miracle when you sit and listen. og þá skaldu vænast eftir kraftaverkið þar sem þú situr. Amen. Amen. God has a miracle with your name on now. Og Guð, hann er með eyrnamert kraftaverk þér til handa núna. Not after the service, he is there then also. Ekki eftir samkomuna, jú, hann er þar samt sem áður, But why wait? en til hvers að bíða? Take it now. Taktu það núna. So we will read a lot of scriptures. Do you like the Bible? Við höfum lesa mörg vers, ykkur líka Biblían eða ekki? That's very good. So I will Ah, gott. prophesy directly from the scripture. Þannig að ég ætla að spá beint út frá ritningunni. Numbers chapter 13. Og
Þetta sem sagt 3. Mósebók 13. Nei, 4. Mósebók 13. 13, yeah. 13, almost the same in Swedish. Huh? Almost the same, 13. 13. From verse 25, I will also read it. Og þá það frá versi 25. And they returned from spying out the land after 40 days. Þeir sneru aftur að 40 dögum liðnum og höfðu þá kannað landið. Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Og þeir hertu heimleiðis og komu til Móse og Arons og alls safnaðurins í Ísraelsmanna í Paran-eyðimörkinni til Kadesh og sögðu þeim og öllum söfnuðunum af ferðum sínum og sýndu þeim ávöxt landsins. There were 12 of them. Þeir voru 12 talsins. And then they told him Og þeir sögðu þeim and said, we went to the land where you sent us. It's truly flow with milk and honey, and this is the fruit. og þeir sögðu Móse frá og mæltu: Við komum í landið þangað sem þú sendir okkur og að sönnu flýtu það í mjólk og hunangi og þetta ávöxtur þess. If they stop there, it will be wonderful. Ef þau myndu stoppa það yrði bara frábært. But they continued. En þeir héldu áfram. It was wonderful. Þetta var dásamlegt. It was what God said. Þetta var nákvæmlega sem Guð hafði Milk sagt. and honey, it's too much. Mjólk og hunanga yfirflæði. Too good to be true. Of gott til að vera satt. The gospel. Það eins og með fagnaðarerindið. Nevertheless, Samt sem áður, the people who dwell in the land, they are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. en það hraust þjóð sem í landinu býr og borgirnar eru vígirtar og stórar mjög og Anaks sonu sáum við þar einnig. So they were shocked. Og þeir voru bara sjokkeraðir. These were the big guys. Þetta voru risarnir. We cannot do this. So they continue. The Amalecites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of Jordan. Amalekítar byggja Suðurlandir og Hetítar, Jebusítar og Amorítar byggja fjallendið og Kananítar búa við sjóinn og meðfram Jórdan. So what God said, it's true. Og allt það sem Guð hafi sagt var satt. But this is too much. En þetta eiginlega allt og mikið til að etja við. We cannot do it. Við ráðum bara ekki við þetta. But then Caleb come. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go at once and take possession, for we are well able to overcome it. Kaleb stöðvaði kurl lífsins gegn Móse og mælti: Förum þangað og leggjum það undir okkur, því að við munum fá unnið það. I'm calling on the Vikings today. Ég að kalla á víkingana hér í dag. Speak differently. Talið öðruvísi. Think differently. Hugsið öðruvísi. And when you speak and think differently, Og þegar þú talar og hugsar öðruvísi, you will act differently. þá muntu haga þér öðruvísi. And you will have different results. Og þú fari aðrar niðurstöður. Oh, hallelujah. And then verse 31, so Caleb is speaking faith. Og vers 31 og Kaleb að tala í trú. But the man who had gone up with him said, we are not able to go up against these people, for they are stronger than we are. En þeir menn með honum höfðu farið sögðu: Okkur ofvaxið að fara á móti þessari þjóð, því að hún sterkari en við. And they gave children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people who we saw in there are men of great stature. Og þeir sem kannaðu landið sögðu Ísraelsmönnum illt af því og mæltu: Landið sem við fórum til þess að kanna það land sem etur upp íbúa sína og allt fólkið sem við sáum þar eru risavaxnir menn. So in the beginning they said it was wonderful. Þegar þið sjáið í upphafi þá sögðu: Þetta dásamlegt. It was good. Þetta var mjög gott. It was like milk and honey. Það var flóð í mjólk og hunangi. But now they speak bad about the same country. En núna að tala illt sama landið. The same place. Sami staðurinn. What is this? Hvað á þetta þýða? So they changed.
Þannig að þeir breyttu. And we need Vikings that are stable. Og við þurfum víkinga sem eru markvissir og stöðugir. That are not cast back and forth everywhere. Amen. Sem ekki flöktandi til beggja hliða. That's what God puts the five ministry gifts in the church. Og þess vegna setti Guð þessar 5 þjónustugjafir inn í kirkjuna. So we as children of God, Þannig að við sem börn Guðs, we walk straight. þannig að við myndum ganga beina braut. Amen. Because it's so many weird things out there. Af því að það alls konar skrýtnar hugmyndir í gangi þarna úti. And don't listen to all the stupid people. Og ekki vera að hlusta á alla þessa hálfvita. Listen to what God is saying. Hlusta á hvað Guð segir. Amen. Amen. It's so important. Þetta skiptir svo miklu máli. If they say, oh, God didn't say that. Yes, he did. Guð sagði þetta ekki alveg svona. Jú, víst sagði hann það. Maybe he means this. Nei, kannski meinar hann þetta. Then go back and check. Farðu þá aftur og athugaðu. Amen. Amen. This is so important. Þetta svo mikilvægt. Don't listen to me because check what I'm saying. Ekki bara hlusta á mig, athugaðu, kannaðu hvort að ritningi segir ekki sama. Every crazy people have a black book. Það allir fávita, hálfvita sem eiga svarta bók. All the sects, all the cults have a black book. Allar svona vafasama trúarhefingar eiga svarta bók. I have a black book. Ég á svarta bók. So check what I'm saying. Þannig að þið skulu athuga, ganga skuggum hvað ég að segja. Don't just swallow everything. Ekki bara gleypa öllu saman. Check if it's true. Athugaðu í orðinu hvort þetta sé satt og rétt. I believe it's good what I'm coming with. Ég trúi að þetta sé rétt það sem ég að færa hér fram. Siben, Ali, they trust me. Já, Alli, hann treysti mér. But if I say something that's not, you don't agree with. Ef ég fer að segja eitthvað sem þið eru ekki sammála, no problem. Þá ekkert vandamál. It's okay to not agree. Það allt í lagi að vera ekki sammála. But talk with me, not everybody else. En talaðu þá beint við mig, ekki við alla aðra. And Michael, what do you mean with this? Og þú kemur að segja, Mikael, hvað meinar með þessu? And we can have a conversation. Og við getum átt samtal. And if I'm wrong, og ef ég hef rangt fyrir mér, and you can show me from the scripture that I'm wrong, og þú getur sýnt mér frá ritningunni að ég hef rangt fyrir mér, I change in 2 seconds. Þá breyti ég bara á 2 sekúndum. Forgive me, Lord. Fyrirgefðu drottinn. It's so easy. Þetta svo auðvelt. But if you are wrong, en ef að þú hefur rangt fyrir þér, do you do the same? Gerur þú slíkt það sama? Amen. It's important. Þetta skiptir máli. So this was not on the paper, but you don't believe one that have a black book. Þetta var ekki niðurskrifa hjá mér og ekki bara trúa þeim sem heldur á einhverju svartri bók. Check what they're saying. Stemdu það við ritninguna hvort þetta sé rétt. Amen. So important. Mjög mikilvægt. Because the little devil, he knows the scripture also. Af því að djöfullinn, hann þekkir ritninguna. He quotes the scripture. Hann fer með hana utan bókar. But he takes some of it. Hann tekur bara svona brot. Half words there, half words there. Hálft orð hér, hálft orð þar. And if you don't know what's in between. Og veist ekki samhengi sem að textin liggur í. Oh, it sounds good. Þetta hljómar ágætlega. You stupid one. Þú hálfviti. Amen. Amen. Check all of it. Athugaðu samhengi textans. I'm preaching better than you're listening. Ég að predika betur þið að hlusta. Hallelujah. This is wonderful. Vikings, come on. Víkingar, látið ykkur heyra. Yes. So then everything was bad now. Þannig að nú var allt í einu allt ömurlegt. And verse 33. Og vers 33. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshopper in our own sight, and so we were in their sights. Og við sjáum það risa Anak sonu, sem eru risa ættar, og við vorum í augum sjálfra vor sem engisbrettur, og eins voru við í þeirra augum. Engelsprettur. Grasshoppers. Yeah. And 2-0 for Liverpool. 2-0? Yeah. Yes. That's good news. But this is so unbelievable. Þetta svo ótrúlegt. These were 12 spies. Þetta voru 12 njósnarar. How do they know that they look at them as grasshoppers? Hvernig vissu þeir að þeir voru að horfa á þá sem engisbrettur? Did they talk with them? Töluðu við þá?
Because a spy should not talk with the people they spy on. Því að njósnari, hann á ekki að tala við fólki sem hann að njósna No, it was the little devil that sends thoughts into their minds. Nei, það var heldur þessi litlu djöfla sem að senda svona hugskeytin í hugan. So when they saw the giants, Og þegar þeir sáu risana, oh, it's too much. þá sögðu, þetta allt of mikið. And the mind starts spinning. Og hugurinn byrjar að ringsnúast. We are grasshoppers. Við erum bara eins og engisprettur. And they think the same. Og þeir hugsaðu það sama. No, they were afraid of them. En þeir voru óttuðust á. They were afraid of these 12 guys. Þeir voru skítrættir við þessa They were 12 afraid njósnara. of Israel. Þeir voru hrættir við Ísrael. Amen. Amen. So that thought you need to take it captive Og þú þarft að hertaka þessa hugsun. and put it under the feet. Og setja þetta undir And then you fætuðina. take the word of God. Og síðan tekur orð Guðs. We will overcome. Við munum yfirstíga. Amen. Because the thought can come, Því að hugskeytið getur komið. but it's not your thought. En það er ekki þér að kenna. So if you don't start to think, Og ef þú byrjar ekki að hugsa, you stop it þá þú stoppar and start thinking something else. og byrjar að hugsa eitthvað annað. What do you think? Hvað ertu að hugsa? What God is saying. Það sem Guð er að segja. I have given you the land. Ég er búinn að gefa ykkur Go and landið. take it. Farið og takið það. Oh, but there are giants. Já, en það eru rísa. Shut up. Þegiðu. The bigger one is with us. Það sá meiri sem er með okkur. Greater is he that is in me Meiri sá sem í mér er. than the little devil on the earth. Heldur en litlu púkatur á jörðinni. I know somebody don't like that I say little devil. Það eru sumir sem líkar ekki að ég segi litli púkar. But I stole that from New Papua Guinea. Ég fekk þetta lána frá nýju Papagínu. Because their translation of 1 John 4:4. Því að þýðingin þeirra í 1. Jóhannesarbrefi 4:4. The greater one that lives in us Það hann segir sá meiri í okkur sem lifir í okkur. is much greater than the little one in the earth. En hann er miklu meiri heldur en þessi smá djöflar sem búa á jörðinni. I like that translation. Og mér líkar þessi þýðing. Because he's defeated. Því að hann er sigraður. Jesus took his power. Jesus tók kraftin hans. If Jesus has all power, how much is left? Ef að Jesus hefur allt vald, hvað er mikið eftir? How much is left? Hvað er mikið eftir ef að Jesus er með allt vald? Nothing. Ekkert. Jesus took all his weapons. Hann tók öll vopnin hans. So how many is left? Og hvað er mikið eftir? Only a big mouth. Aðeins stór kjaftur. So he's screaming to you like a roaring lion. Þannig að hann er að hrópa eins og öskrandi ljón. Like a roaring lion. Eins og Because öskrandi Jesus ljón. is the lion. Þegar Jesus er ljónið af Júda. The devil is a mouth with a big mouth. Hann er bara, djöfullin er bara munnur með stór kjaft. So he screams, "Wah!" to Og hann you. öskrar, "Wah! I'm a giant. Ég er rísi! Shut up. Þegiðu!" Amen. You need to Amen. stop him Þú ert að stoppa hann í sporunum. quickly. Snögglega. As I said on Friday. Eins og ég talaði á föstudaginn. You know Lucky Luke. Þið þekki lukkuláka. Have you seen Lucky Luke? Hafið þið séð lukkuláka? You need to shoot faster than Lucky Luke. Og þið þurfið að skjóta fastar heldur en It lukkuláki. is written. It is written. It is. Það er ritað. He shoots faster than his own shadow. Og hann skaut fljótar heldur en eigin skuggi. So when thoughts are coming, it is written. Og þegar hugsanir koma, þá Just segir take þið it. ritað It is written. Þið ritað He's with me. Hann er með It is mér. written. Það er ritað. God is for me. Guð er með mér. It is written. Það er ritað. God has given this to us. Guð er búinn að gefa okkur þetta. Amen. Amen. But if you don't shoot it, it will start. En ef þú hleypir aldrei af, að þá byrjar þetta að nagast og núast í haustum á þér. And you start talking defeat. Og þú byrjar að tala bara vangetu og ósigur, Depression, unbelief, þunglindi, vantrú. and you speak yourself down Og þú talar sjálfa þig niður instead of speaking yourself up. í staðinn við að tala þig upp. Oh, hallelujah. This is It's good. very good. Should we take another offering? Wow, take another offering. Yes, a Viking offering. Oh. So we were so small, but then the next verse is chapter 14:1.
Og næsta versi kapli 14 og vers 1. So all the congregation, this is whole of Israel. Þá æpti allur söfnuður upp yfir sig og Almost fólki 3 million people almost. 3 milljónir manna. So all the congregation, 3 million people lifted up the voice and cried out, and the people wept that night. Og þess að allur söfnuðurinn hrópaði upp yfir sig og fólki grét þá nótt. Who cried? Hverjir grétu? The unbelievers. Þeir sem voru vantrúaðir. The whole people. Allur líðurinn. Because if you live by faith, you go to bed and sleep. Ef þú lifir fyrir trú, þá bara leggst á koddun og sofnaru. Amen? Amen. Because he will give you what you need when you're sleeping. Því að hann mun gefa þér það sem þú þarft jafnvel þegar þú sefur. That's the grace of God. Það náð Guðs. So have a rest. Þannig að hvíldu, Just relax. slakað á. He's with us. Hann með okkur. But they were crying all night. Og þeir grétu alla nóttina. And verse 2, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron, the leadership, and the whole congregation said to them, if we only had died in the land of Egypt, or if we only have died in the wilderness. Og allir Ísraelsmenn mögluðu gegn Móse og Aroni og allur söfnurinn sagði við þá, Guð gefi að við hefum dáið í Egyptalandi, eða við hefum dáið í þessar eyðimörk. Kære Gud. Kæri Oh Guð. God. What is this? Hvaða hegðun þetta? It looks and here, you can almost, is this the church? Og þetta hljómar eins og kirkjan. I don't know. Ég veit það ekki. I haven't been here for 6 years, so don't. Ég ekki búin að vera hérna í 6 ár. But they're complaining. Þeir eru bara kvarta. Oh, it's Sibba's fault. Og þetta allt Sibba að kenna. She brought us through this. Hún kom okkur í gegnum þetta. And now we need to fight the giants. Nú þurfum við að berjast við rís. Oh, let us go back. Við skulum bara fara tilbaka. Take me back. Bara færðu mig aftur. Oh, Lord, take me back. Drottinn, færðu mig tilbaka. No, we're not going back. We're going forward. Nei, við erum ekki að fara tilbaka, við erum að fara We're going áfram. upwards. Við erum að fara upp í móti. Amen. Amen. If you want to go back, bye. Ef þú vilt fara tilbaka, bye bye. Amen. In verse 3, why has the Lord brought us to this land to fall by sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? Og hví leiði drottinn oss inn í þetta land til þess að falla fyrir sverði. Konur voru á börnunum verða herfangi og mun okkur ekki betra snúa aftur til Egyptaland. It was like that. Unbelievable. Alveg ótrúlega hefur. They have been going through all the miracles in the desert with God. Búin að fara í gegnum öll kraftaverkin með Guði í eyðimörkinni. He gave them everything, Hann gaf þeim allt sem til þurfti. not because they were living by faith, Ekki af því að þeir lifðu fyrir trú, because they were complaining all the time. þegar þeir voru kvartandi þar líka allan tíman. But this is before the law came. En þetta áður en lögmálið kom. So God gave them everything. Þannig að Guð gaf þeim allt. Amen. Amen. Oh, that's good for us. Það gott fyrir okkur. Because we live after the cross. Þegar við lifum eftir krossin. So even if we sometimes are in doubt, Jafnvel þegar við efumst, He gives us good things anyway. þá gefur okkur samt góða hluti. Because God is a good God. Þegar Guð góður Guð. But look, verse 4. So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Og þeir sögðu hver við annan. Tökum okkur foringja og hverjum aftur til Egyptalands. We need another one than Sibba now. It's unbelievable this. Og við þurfum að fá okkur annan en Sibbu núna. Let's find a new one. Við þurfum að finna ykkur nýjan. No! Nei! Amen. Amen. Yes. Amen. She said, amen, find a new one. Amen. Shall we start with prayer? Shall we start with prayer at once? Ég var að byrja að biðja fyrir þessu snöggvast. Wow. This is so good. Þetta hljómar svo vel. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation and the children of Israel.
Þá fjallu þeir Móse og Áron á ásjónur sínar frammi fyrir allri samkomu safnaðarins, safnaði Ísraelsmanna. So they fell on their faces. Þannig að þeir lögðust bara What is ásjónur that? sína. Hvað þýðir They're það? seeking God. Þeir eru að leita drottins. And verse 6. Og í 7. versi. But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied on the land, tore their clothes. En Jósúa Núnsson og Kaleb Jefunnesson, tveir þeirra sem kannað höfðu landið, rifu klæði sín. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Og þeir sögðu við allan söfnuð Ísraelsmanna, landið sem við fórum til þess að kanna, það mesta ágætis land. And they said the same, the other 10 before. Og þeir voru að endurtaka sama þau sögðu áður. But they say if, En þeir sögðu ef, or it is giants there. það eru rísar þar. But here they say if again in verse 8, Joshua and Caleb, Og þeir segja hér aftur ef, if the Lord delights in us, then he will bring us into the land and give it to us, and a land which flows with milk and honey. og ef drottinn hefur á okkur velþóknun, þá mun hann flytja okkur inn í þetta land og gefa okkur það, landi sem flýtur í mjólk og hunangi. They were speaking faith. Þeir voru að tala af trú. We will do it. Okkur mun takast We þetta. will take it. Við tökum þetta. God has given it to Guð us. búinn að gefa okkur þetta. It's giants there. Jú, það eru rísar þarna. No problem. No problem. Ekkert vandamál. So verse 9, only do not rebel against the Lord, not fear the people of the land, for they are bread for us. We will eat them to breakfast. Gjörið aðeins ekki uppreisn á móti drottni og hræðist ekki landsfólkið því að þeir eru brauðvort. Þetta bara morgumaturinn. Amen. Their protection has departed from them and the Lord is with them, so do not fear them. Víkin frá þeim vörn þeirra en drottin með okkur, hræðist þá eigi. What a good faith preaching. Þetta trúar predikun. Amen. Amen. But when you speak faith, En þegar þú talar af trú, people would not applaud. þá klappar fólk oftast ekki. People would not celebrate you. Það fagnar þeir ekki, They will kill you. þeir drepa þig. Look at the next verse. Það næsta vers. And all the congregations said to stone them with stones. Who? The 10 or the 2? Allur söfnuðurinn vildi berja þó grjóti, en hverjir voru það? Tveir? The Eða- 2. The Það voru 2 þessi that tveir. were speaking faith. They Það voru wanted þessi to stone them. Þeir vildu grýta þessa tvo sem voru að tala af trú. They didn't stone the 10 ones that was unbelievers. Ekki þessa sem voru vantrúaðir, hinni 10 njósnararnir. So here you have 3 million stones coming. Þarna eru 3 milljónir grjótnöllingum á leiðinni til þín. You need to know what you believe in. Þú þarft að vita hverju þú trúir. Amen. Amen. You need to see the picture. This is what's happening. Þú þarft að sjá fyrir þér fyrirmyndina og þetta það sem að gerast. Let's stone them. All congregation. Við skulum grýta á, það var allur söfnuður sem ætlaði að grýta á. And then God came. En þá birtist dýr Now the drottins. glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. En þá birtist dýr drottins í samfundatjaldinu öllum Ísraelsmönnum. Amen. The presence of God. Nærvera Guðs. In verse 11, then the Lord said to Moses, how long will these people reject me? And how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? Og drottin sagði við Móse, hversu lengi mun þessi þjóð halda áfram að fyrirlíta mig og hversu lengi munu þeir vantreysta mér? Þrátt fyrir öll þau ták sem ég hef gjört meðal þeirra. I'm tired, God is saying. Guð segir, ég hann þreyttur á þessu. Amen. Amen. I'm calling for Vikings. Ég að kalla eftir víkingum. I'm calling for Joshua and Caleb. Jósúa og Kaleb. Amen. Amen. That speaks differently. Þeir tala öðruvísi. Because faith people speak differently. Fólk trúarinnar það talar öðruvísi. When Jesus was speaking, Þegar Jesús talaði, he always speak the end result. þá talaði hann alltaf loka niðurstöðuna. Take your bed.
taktu rekkju þína. And then you have power to take your bed. Og þá hefur kraft til að taka upp rekkjuna. Come out. Út af þér. And it was out. Og þá fór andinn út. 5 bread, 2 leaves, Já, 2 fish, já, 5 brauð, 2 fiskar. 5,000 plus women and children at once. 5.000 kallmenn pluss konur og börn. It was at Margfaldaðist once. leið. He spoke to the wind and the sea. Shut up. Hann talaði við vindin og hafið. Þegiðu. Peace be still. Friður, vertu kyrr. And you are and I, we are as him. Og ég og þú erum eins og hann. As he is, so are we. Eins og hann þannig erum við. 1 John 4:17. Þetta 1. Jóhannesarbreið 4:17. Oh, I'm calling for Caleb and Joshua today. Ég að kalla eftir Kaleb og Joshua. That speak differently. Fólk sem talar öðruvísi. What happened next? We're still with Joshua and Caleb, soon with David. Hvað gerist næst? Og við erum ennþá að tala Joshua og Kaleb og svo síðan It will be tölum better and Davíð. better. Þetta verður betra og betra. Verse 19. Vers 19. Pardon the iniquity of this people, I pray, it's Moses, according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people from Egypt even until now. Fyrirgef misskjöru þessa fólks eftir mikilli miskunn þinni, eins og þú hefur fyrirgefið þessu fólki frá Egyptalandi og hingað. So God has forgiven them all the way from Egypt and now one more time, Lord. Og þannig að Guð búinn að fyrirgefa þeim alla leiðina frá Egyptalandi og núna einu sinni enn. But it's important, we are born again, we're living in the new covenant. Þetta svo mikilvægt, við erum endurfædd og við lifum í nýja sáttmálanum. We're living under grace. Við lifum undir náð. But when God tells us to do something, En þegar Guð segir okkur að gera eitthvað, we do it. þá framkvæmum við það. Amen? Amen. If we don't do it, Ef við gerum það ekki, we harden our soul. þá erum við að herða sál okkar. Our heart is perfect in Jesus, Hjarta okkar fullkomnið í Jesú, but the soul will be hard. en sál okkar, hún fær svolítið sigg á sig. So the Lord is saying, Þannig að drottin að segja, I have pardoned according to your word. ég hef fyrirgefið eins samkvæmt orði þínu, But truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. en svo sannarlega sem ég lifi og öll jörðin full af dýr drottins, Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, and have put me to the test now these 10 times, and have not heeded my voice. allir þeir menn sem séð hafa dýr minn á tákn minn, þau ég gjörði í Egyptalandi og í eyðimörkinni, og nú hafa freistað mín 10 sinnum og óhlýnast röddu minni. They certainly shall not see the land of which I swore their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. Þeir skulu vissulega ekki sjá landið This is sem ég sór feðurum þeirra, og engi þeirra manna sem mig hafa í fyrirlitið skulu sjá það. important. Þetta afar mikilvægt. God loves you. Guð elskar þig. He will never change. Hann breytist aldrei. If I'm an idiot the rest of my life, Þó að ég sé verið hálfviti allt milli restina he lífinu, loves idiots. þá elskar hann hálfvita. But I will get idiot fruits. En ég mun eignast bara hálfvita ávexti. A fruit like an idiot. Svona hálfvita ávexti. And these guys, they could not come into the land. Og þessir, þeir fengu ekki að stíga inn í fyrirheitna land. That's not the land in heaven. Það ekki landið á himnum. But the same for you and me, if we harden our soul, Það sama frá okkur, ef við herðum sál okkar, if we die, we go to heaven. ef við deyjum þá, förum við til himna. But you will not eat the fruit of the land here. En þú munt ekki borða af ávexti landsins hér. You will not enjoy what God has done for you here. Þú munt ekki njóta þess sem Guð hefur þegar gert fyrir þig hér. It's very important. Þetta afar mikilvægt. So listen to his voice, not by fear, Hlusta á rödd hans, ekki í óttaslegin, because he's a good God. því hann góður Guð. He wants you well, Hann vill að þér vegni vel. but have you focus on him. En einblind á hann. Let him guide you. Láttu hann leiða þig veginn. Amen. Amen. Because God wants you to enjoy here. Guð vill að þú njótir þín hér. We have a stupid Swedish song. Við hefum svona
fáranlegur sænsku We söngur. understand his ways over there. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. We understand his Ja, ways við better over there. skiljum vegu hans betur handan. It's too late. Það of seint. You don't need to know them there. You need to know them Þú now. þarft ekki að þekkja vegu drottins þegar þú ert komin að handan, heldur þekkja það hér og nú. But the Pentecostal movement, they have that song, oh, we were waiting to come home. En hvítasörningin, hún syngur hennar söngstundum, við erum að bíða eftir að við komum heim. Oh, when I'm there, I will not be sick. Og þegar ég er þar, þá mun ég ekki vera sjúkur. Of course not. There's no sickness there. Auðvitað ekki, það engin veikind á himnum. So he died for your health here. Hann dó til þess að þú getur átt heilbrigði hér. Amen. Amen. When I come home, I will have no needs. Og þegar ég kem heima, þá engar þarfir. But he will supply your needs here. En hann uppfyllir þarfiðinnar hér. Because there is no needs. Það engar þarfir á himnum. Up there you walk on gold. Það á himnum, þá löppum við á gulli. Amen. Amen. So you need some gold here. Þannig að þú ert að fá eitthvað Amen. gull hérna. Hallelujah. We need some gold. Við þurfum að fá svolítið gulli hér. Only me. Only me. Come on. Eða bara ég. I take everything. Ég skal taka við þessu. Oh, verse 24. But my servant Caleb. Amen. Yes. Vikings, come on. My servant Caleb. En þjótt með Caleb, hann svona víkingur. Because he has a different spirit in him and he has followed me fully. I will bring into him the land where he went and his descendants shall inherit it. En að því að það annar andi yfir þjónu mínu Caleb og að því að hann hefur fylgt mér trúlega, þá vil ég leiða hann inn í landið og hann sem hann fór til og niðjar hann skulu eignast það. Hallelujah. Halleluja! He will give you the land here. Hann mun gefa þér landið hér, Not there. ekki bara einhvers staðar þarna. We need it now. Við þurfum á þess að halda núna. We shall reign as king here on earth. Við erum að ríkja sem konungar hér á jörðu. In Christ Jesus. Í Kristi Jesú. Who shall do that? Hver á að gera þetta? They that receive the abundance of grace. Þeir sem að þiggja gnótt náðarinnar And the gift of righteousness. og gjöf réttlætisins. Have you received the gift of righteousness? Hefurðu meðtekið gjöf Have you réttlætisins? received the abundance of grace? Hefurðu Then meðtekið you should reign as a yfirgnæði king. náðarinnar og munt ríkja með honum sem konungur. Amen. Amen. A king is not a beggar. Konungurinn ekki eitthvað bettlari. King knows he's the boss. Hann veit, hann yfirmaðurinn. You are the boss in your life. Þú ert yfirmaðurinn í þínu lífi. If you can't shout amen, shout oi. Ef þú getur ekki sagt amen, segðu þú bara oi. This is good. Þetta gott. Vikings, come on. Áfram nú víkingar. But you see, when you start to speak faith, En þú sjáðu til, þú hættir að tala af trú, you will have problems þá fullt af vandamálum. by religious people. From religious people. Frá trú helgi síða slepi fólki. Jesus never had problem with the sinners. Guð, Jésús, hann hafði aldrei vanda með syndarana. And the sinners didn't have problem with Jesus. They loved him. Og syndarinn, þeir hafði ekkert vandamál með Jésú, elsku hann. The Pharisees and the scribes, the religious leaders had problem with Jesus. Farisearnir og fræðimenni, þeir átti vandamálu með hann. And Jesus had to fight them all the time. Og Jésús þurfti að berjast við þá alltaf. So self-righteous people are the worst ones. Fólk sem réttlæti sjálft sig, í sjálfsréttlætingu, það það versta. But I'm so glad in Smara Kyrka there's no one. En það engin svoleiðis í Smárakirkju. Amen. Amen. No one. Engin. Only faith people. Bara trúarinnar fólk. No, we can all be self-righteous. Nei, þetta getur hent okkur öll og verða So we're sjálfsrétt. not here, we are better. No, then you Já, are við erum self-righteous. betri. Then you are self-righteous. Þá erum við í sjálfsréttlætingu. No, you are a king, but you're still humble before the king. Jú, þú ert konungur, við ríkjum hér sem konungar en við erum samt auðmjúk frammi fyrir honum. But you know who you are. En þú veist hver þú ert. Oh, time is running. First Samuel 17. Is it okay? I'm continuing. Is it okay for you? Yes. I have only one service. I had one on Friday also, and yesterday we were talking 3-4 hours.
We had Sima, me and Hilmar, it was pop, 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 pop. And the others, they were sitting okay. Við töluðum svo mikið í gær og ég bara með eina samkomu sagðan og og já, við blöðrum frá okkur viti í gær. But it was good. Já, en það var gott. Amen. Amen. But 1 Samuel 17, you need to hear this. This is prophetic to you and to this church. Fyrri Samúelsbók 17. kapli, þetta spámanlegt orð fyrir þig og kirkjuna Davíð. Amen. Amen. And to you personally also, I'm calling for the Vikings. Fyrir þig persónulega líka, ég að kalla eftir víkingnum. 1 Samuel 17:10. 17:10 fyrri Samúelsbók. Why did I get 16? Sorry. 17:10. And the Philistines said, I defy Goliath, I defy the arm of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Og Filistinn mælti, ég hef smánað fylkingar Ísraels í dag. Fáið til mann að við megum berjast. Og þegar Sál og allur Ísrael heyrði þessi ummæli Filisteans, þá skeldust þeir og urðu mjög hræddir. So Israel had the promise. Þannig að Ísrael þeir áttu fyrirheit. One can take 1,000, two can take 10,000. Einn setur 1,000 á flótta og tveir 10,000 á flótta. So who is that guy? Hver þessi guður? Who is he? Hver hann? But all Israel, they were so afraid. En allur Ísrael var svo hræddur. Greatly afraid. Mjög hræddur, segir ritningin. And they came, this little boy David, 17 years old. Og síðan mætir hérna Daði 17 ára gutti. He was sent from his father. Hann var sendur frá heimahúsunum frá föður sínum. With food to his brothers. Með nesti fyrir bræður sína. And verse 23. Og vers 23. Then as he talked with them, David was talking with the people. Og Davíð var hérna að tala við fólkið og meðan hann var að tala. There was the champion, the Philistine of God, Goliath, by name, coming up from the army of the Philistine, and he spoke according to the same words. So David heard him. En á meðan hann var að tala við þá gekk fram hólmgöngu maðurinn, hann hét Goliat, Filisti frá Gat. Úr fylkingum Filisteana og mælti sömu orðum sem fyrr og Davíð hlýddi á. And all of the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. En Ísraelsmenn sáu manninn, hörfuðu þeir allir undan honum og voru mjög hræddir. So David, he also hears the same thing. Þannig að Davíð, hann heyrir sömu hlutina. He did. But he has another response. En hann hefur allt annað viðbragð. Because he was filled with something else. Af því að hann var fylltur einhverju öðru. So what come into his ear? Og það sem fór inn í eyru hans. What is this? Hann hugsaði bara og segir, hvað þetta? He was not afraid at all. Hann var ekki óttasleginn. He's speaking against the living God. Hann að tala gegn lifandi Guði. This is unbelievable. Þetta ótrúlegt. How can you go and hide? Kill him. Hvernig getið hlupið bara í felur? Drepið hann bara. 25. So the men of Israel said, have you seen this man who has come? Surely he has come up to defy Israel, and it shall be that the man who kills him, the king will enrich with great riches. He will give him his daughter and give his father's house exceptions from taxes in Israel. Og einn Ísraelsmanna sagði, hafið þið séð mannin sem kemur þarna? Hann kemur til þess að smána Ísrael. Hverju þeim sem fellir hann vill konungurinn veita mikil auðæfi og gefa honum dóttur sína og gjöra ættan skattfrjálsa í Ísrael. Amen. I want that. No taxes. Hallelujah. Skattfrjáls, já, ég tek það. Amen. Come on. Give it to me, Lord. Já, gefðu mér þetta, drottin. I have a wife, so I don't need your daughter. Já, konu, ég þarf ekki dóttur þína. Amen. That was the promise. Þetta var fyrirheitið. Then David spoke to the man who stood by him. What shall be done for the man who kills this Philistine? So he's asking the same. What will I get? Og Davíð að tala þarna og segir, þá sagði Davíð við þá sem næstir honum stóðu, hverjir verðum
þeim manni umbúnið sem fellir Fílista þennan og rekur svívirðing af Ísrael. Því að hver þessi óumskutni Fílisti dýrvista smána herfylkingar lifandi Guðs. Bara hann spyrja hvað fæ ég. So they were saying, this will you have, and David heard it, and he said, what was it? og hann heyrði þetta og hann vildi bara fá endurtekið, vera alveg. David would kill him anyway. En Davíð myndi drepa hann hvað sem áður, hann vildi bara vera viss. But okay, I will have no taxes, I have a wife, okay, I'll take that. Já, ég skattfrjáls og jú, ég fá konu, já, okay, þetta hljóma vel. Amen, I like David. Já, He's a smart guy. Hann ekki svo vitlaus We að need Davíð. many of them in the church in Jesus' name. En við þurfum svona kallmenn í kirkjunni í Jesú nafni. So they say the same, that you will get this. Og þeir endurtaka, þú mynd eignast að fá þetta launum. But when when we speak, continue in faith, Og þegar við tölum stöðulega í trú, you walk in faith, og þú framgengur í trú, then you will meet some obstacles. þá mæta þér mótstöður. And the first one Og það fyrsta, is the elder. og það eru öldungarnir. The elderly brother, I mean. Eldri bræðurnir. Sorry, the elderly brother, not the elder. Eldri Oh, bræðurnir. sorry. Já, fyrirgeðu, já. Now, 28. Now Eliab, his oldest brother, the elder brother, the old elder in the church, heard when he spoke of the man, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, why did you come down here? En Elíab elsti bróður hans heyrði hvað hann talaði við mennina, þá reiddist hann Davíð og mælti, til hvers ertu komin hingað? Og hjá hverju skildu þú eftir þess að fáu sauð í eyðimörkinni? Maybe your family will speak against you. Og, Maybe the family will speak against you. já, kannski fjölskyldan byrjar að tala í móti þér. Maybe your best friend. Kannski bestu viniðinni. Maybe they will tell you, who are you? Segja, hver þykist þú vera? Amen. And that was what they were saying. Þannig var ræðan þeirra. Why did you come here? Til hvers komstu hingað? And listen to this. And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle. Jó, það segir sko, hjá hverju skildur eftir þess að fáu sauði í eyðimörkinni? Ég þekki ofurtösku þín og vonsku hjarta þíns. Þú ert hingað komið til þess að horfa á bardagan. So people will come and say, check your motives. Og fólk mun koma og segja, athuga mótífið þín. Have you left the sheep? Hefurðu yfirgefið sauðina? Are you out of the Father's will? Ertu ekki í vilja föðuris? No, it was the Father that sent him. Nei, það var faðurinn sem senda hann. He was in the perfect will of the Father. Hann var í fullkomnum vilja He did föðuris. what the Father told Hann him. gerði nákvæmlega það sem pappas But hafði this sagt hann að elderly gera. brother, En he eldri had bróðirinn, questions for him. hann var að efast og spurja og draga í efa það sem hann var að segja. Have you come down to see the battle? Ertu bara að koma inn þess að horfa á bardagan? What battle? Hvaða bardaga? There was no battle. They Það were var afraid. ekki bardagi. Þetta voru algjörir, There was no battle. það var aldrei neitt bardagi. Þetta voru svona bleiður. Goliath has been screaming for 40 days. Góliat er búin að vera að hrópa þetta í 40 daga. It's always 40. Það er alltaf 40. They spied the land for 40 days. Þeir rannsökuðu landið í 40 daga. And now here is the same 40 days. Og nú Goliath is screaming, give me a man. Og í 40 daga er Gólia að hrópa þarna, færi mér einhvern mann til þess að berjast við. And everybody's afraid. Og allir eru skítrættir. And David said, what have I done? Og Davíð segi, hvað gerði nú að mér? It was, is there not a cause in Swedish and Norwegian? It was just just a question. Og hann er í raun og veru bara að segja, þú veist, þetta var nú bara spurning, ég spurði bara. I just asked, what will I get? Ég var bara að spurja hvað ég fengi í umbun. You are so afraid. Just a question, how much will I get? Þið eru svo skítrættir, ég var bara að spurja hvað ég myndi fá. And you are mad at me. Og þú ert brjálaður út í mig. You can do the same. Þú getur gert slíkt þið sama. You coward. Þú bleiðað þín. Amen. But then the next problem. Og síðan kemur næsti vandi. First the brother. Svisti vandinn. And now the words came to King Saul. Og nú berast orðin Sáli konung. And King Saul, come,
David. Og konungur segir, komdu hérna Davíð. And he also had problems. Og hann var áttu við sín vandamál að etja. You're just a boy. En þú ert bara unglingur. You cannot fight him. Þú getur ekki barist við hann. He has been a warrior all his life. Hann búinn að vera stríðshetja allt sitt líf. Who do you think you are? Hvern þykist þú vera? Who do you think you are? Hver þykist þú vera? You can do nothing. Þú hefur ekki roðið hann. You need to have faith. Þú þarft að hafa trú. You don't need faith when everything is okay. Þú þarft ekki trú þegar allt lítur vel út. You need faith when everything is wrong. Þú þarft trú þegar allt á skjön, allt rangt. When it looks like nothing is working, Þegar ekkert að virka, then you need faith. þá þarftu trú. Then you go to bed and sleep. Og þá bara leggst á kottan og leggur þig og You don't hvílist. cry all night Þú vælir ekki alla nóttina. because then you're tired in the morning. Þegar þá ertu þreyttur It's morguninn. better sleep Það miklu betur að bara sofa. and then God fix it Og leiða Guð að koma þessi lag. and you wake up strong again. Og þú vakna bara hress og kröftugur. Much better. Miklu auðveldara. That is faith. Það trú. Oh, hallelujah. But then he starts to tell him, but I have been killing a bear, I've killed lions. En hann fer að segja mér að ég nú búinn að drepa björn og ljón. If somebody take a sheep, I'll run after them. Og ef einhver reynir að stela sauð, þá bara hleypi ég á eftir honum. This is for the pastor. Þetta eins og Protect pastor. the sheep. Það varvita sauðina. Protect the lamb. Bara varvita Kill lömpin. the bears. Drepa kill the bindina. lion. Drepa ljónin. Amen. Amen. But as Joshua and Caleb, En Jósúa og Kaleb, they practiced in the tabernacle, close to the en tabernacle. þeir voru búin að æfa sig að vera nálagt í tjaldbúðinni. The difference between the 2 and the 10, Munurinn á þessum 2 og þeim 10, when God's presence came to talk with Moses, þegar nærvera drottins kom til þess að tala við Móse, they were always close to þá voru dróðu presence. þeir sé alltaf nálagt. They had spent time close to God. Og þeir voru búin að eyða tíma nálagt Guði. That's why they could speak differently. Þess vegna gáttu þeir talað öðruvísi. David, Davíð, he was alone in the desert with the sheep. hann var einn í eyðimörkinni með sauðunum. Not only desert, it was green grass, it was Og water, það it voru was everything. ekki bara eyðimörk, það voru grængrös og vasslindir. And he was singing there. Og hann var að syngja það. The Lord is my shepherd, I shall not want. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. When I go through the valley of death, I fear no evil. Þó ég fari gegnum dauðadalinn, mun ekkert. Because you are with me. Því þú ert með mér. Your word and your spirit. Orðið og andinn. Hallelujah. Halleluja. I will walk through the valley. Ég gengi gegnum táradalinn. And you will prepare a table for me. Útber borð frammi fyrir fjendum mínum. And the devil will see. Og djöfullinn mun Hallelujah. sjá. Only goodness and only mercy Góðvild og velvild mun fara með mér. will follow Mun me fylgja mér. all the days of my life. Oh, Alla daga lífs míns. amen. Amen. If thousand fall, Við- if thousand fall and 10,000 at my right hand, Þótt 1000 fallið við hægri og 10.000 til vinstri. it will not come near me. Mun það ekki koma nálægt mínu tjaldi. He was practicing the presence of God Hann æfði sig í nærveru Guðs. when he was alone. Þegar hann var einn So when the lion came, og þegar ljónið kom. I take him. Ég bara legg hann að velli. A bear came, I take him. Björnin kemur, ég legg hann að velli. No problem. Ekkert He's with vandamál. me. Hann með mér. Oh, and but you said David had a harp in the desert. Nei, Davíð hann var með hörp í einu. No, he had a Gibson. Nei, hann var með Gibson gítar. It was full power from heaven. Það var allt í fullum krafti frá himnum. Hann var í botni með drottni. You know what I mean. Þið viti hvað ég á við. He had spent time with the Father. Hann átti tíma með Guði. So now when this big guy comes, Og þegar þessi risi mætir, he will be no problem. það ekkert vandamál. He was speaking before he fall. Hann var búinn að tala áður en hann féll. But then the
Next problem. Og þegar næsta vandamál kemur, Saul was one head bigger than the others. Sál var einu höfðu hærra So he takes his weapons and armors og hann tekur vopnaklæði sín and put them on David. og klæðir Davíð í vopnaklæðin. And David, Davíð skröngla svona. I cannot use this. Þetta nýtist mér ekki neitt. Tradition. Þetta hefðirnar. We have not done this before. Við höfum aldrei gert þetta áður. Who cares? Hver mér ekki sama? God say we will do it now. Guð sagði við erum að gera þetta núna. Don't put the old, the generations before armor on you. Ekki setja herklæði fyrri kynslóða á þig. You have your armor. Þú átt þín herklæði. Amen. Amen. And David had found stones. I don't know the name of this in English. Slingshot. Og hann hafði 5 steina og slönguna. Do you know why 5 stones? Vitið af hverju 5 steinar? Do you know why? Vitið af hverju 5? Because Goliath has 4 brothers. Þegar Goliat átti 4 bræður. He will take all of them. Hann ætlaði að stúta þeim öllum. Amen. Amen. But he only had to take one, you know that. Hann þurfti bara að taka niður einn. But he will take all of them. En hann myndi stúta þeim öllum. So then he met first the elder brother, then the king that said you are nothing, and then the tradition. Hann mætir fyrst elsta bróðnum og þar vandi, svo mætir hann Sál og þar vandamál og síðan það hefðirnar, herklæðin hjá Sál. And now comes the Goliath himself. Og nú kemur Goliat sjálfur. Who are you? Hver þú? Do you think I'm a dog? Heldur ég sé ykkur hundur? You're coming against me with that? Ertu að koma gegn mig með þetta? I come against you with the Lord. Ég kem til þín í nafni Drottin. I have the Lord with me. Ég með Drottin mér í liði. And we have a covenant with him. Og við hefum sáttmála við hann. One can take thousands. Einn getur fellt 1000. So today, og í dag, I will take your head. Það mun ég taka úr hausinn. And I will feed your body to the birds. Og ég mun gefa fuglunum að snæða af líkamæðinu. He's speaking faith. Hann að tala trú. Before he killed him. Áður en hann drepur hann. Amen. Amen. And then Goliath walks towards David with his arm because he couldn't carry all his things. Og síðan gengur Goliat og hann gæti ekki borið allt raslið sitt. So he had one extra with him to help him. Hann var með svona skjaldsvein sem að hjálpa honum. So they went to him. Og þeir fóru til hans. Then David ran against them. En Davíð kom hlaupandi í móti. David did, oh no. Og þeir höfðu bara, já, hvað? I've beaten lions and a bear before, no problem. En ljónu og björnir er búin að leggja velli, ekkert vandamál. Everybody in Israel said, this big guy, 272 high. Og hann 272 og hæð, eitthvað svo leiðis. He's too big. Hann allt og stór. I cannot take him. Ég ræði ekkert við hann. David was thinking, En Davíð hugsaði, he's so big, I can't miss. hann svo stór að ég get ekki klikkað að hitta hann ekki. I can't miss. Það ekki séns að ég hitta hann ekki. Hann svo hár og svo I breiður. can take that head. Ég get hitt þennan haus. With no practice. Með háðum að taka eitthvað æfingahögg. Amen. Amen. And David had practiced that also. Alone in Og the Davíð var búinn að æfa sig á slöngunni, að kasta steinum með slöngur í eyðimörkinni. He had his Coke box, Coca-Cola Hann var box. með svona kókdollu sem hann raðaði upp og svo skautaði svona niður. Amen. Amen. But I love verse 54. We stop there. Við stoppum í versi 54 í fyrstu Samuelsbók. Yes, because you know he killed him but verse 54, and David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. En Davíð tók höfuð Fílistans og hafði með sér til Jerúsalem, en vopnans lagði hann í tjald sitt. So he brought the head of Goliath to Jerusalem. Þannig hann kom með höfuðið að Goliat inn til Jerúsalem. Where did he put it? Hvar sett hann hausinn? On the Calvary. Á Golgata. On the Golgotha. Á
á Golgata hæð. He put it on the Golgotha. Hann setti þetta á Golgata And some hæð. years later, Og svo nokkrum áður seinna, our big brother Jesus came. þá kemur stóri bróðir okkar Jesús. And he kicked the devil's head. Og hann sparkaði hausinn á djöflunum. He was dancing on the head of the serpent. Hann dansaði á snáka höfðinu. Because he crushed the head when he died. Þegar hann mölvaði höfuð þegar hann dó. It is finished. Það fullkomnað. Amen. Amen. That's why the problem is we have, oh God, you must do something. Og við hrópum, ó Guð, þú Oh er að gera God, eitthvað. come to Iceland and do something. Ó, komdu til Íslands og gerðu eitthvað. And God is saying, Og Guð segir, I'm finished. það fullkomnað. I'm finished. Það fullkomnað. It's your job now. Nú það þitt verk að vinna. So stop playing. Hættu þessum leikaraskap. Go out and be a Viking again. Farðu út og vertu víkingur á ný. Go out and do the job. Farðu út og kláraðu verkið. Amen. Amen. This is the Vikings. Þetta víkingarnir. We speak different. Við tölum We öðruvísi. think different. Hugsum We öðruvísi. act different. Við framkvæmum öðruvísi. And we have different results. Og við fáum öðruvísi niðurstöður. We will inherit the land here. Við munum fá landi til eigna hér og nú. Amen. Amen. Thank you, Father, Þakkuðum Faðir for your goodness, fyrir góðvild þína, your mercy. miskun þína, You love us. að þú elskar okkur. You know I have failed you. Við vitum að við höfum brugðist þér, We all have. hvert og eitt. No one is perfect, only you. Aðeins þú ert fullkominn, But help us with the focus. en hjálpa okkur að einblína á Help us þig. with our minds. Hjálpa okkur með Help hugafar us to okkar, walk by faith. að við framgöngum í trú, Walk in the Spirit að við göngum í andanum so we can inherit the earth. og við lifum í andanum og við getum tekið fyrirheitið hér og jörð. Amen. Amen. So I will ask, if you are not here and you're not saved, this is your day. Ef að þú ert hér og þú hefur ekki eignast hjálpræði, þá er þetta þinn dagur. Maybe everybody is saved, I don't know. Kannski eru allir frelsaðir hérna inni, ég veit það ekki. Then you need to receive Jesus. It's the biggest miracle. En þá þarf þetta að meðtaka Jesú, það er stærsta kraftaverkið. You believe in your heart, confess with your mouth, He is my Lord. Þú trúir í hjartan og játar með munnum að hann er drottinn þinn. If somebody is here, put their hand up. I want to pray for you. If you want to receive Ef Jesus. það er ykkur hér sem að þekkir ekki drottinn Jesú, þá lyft upp höndi. Maybe everybody is saved. Allir eru hólpnir hér. That's good, but I don't like that. Það er gott, en við viljum alltaf ganga úr skuggaðum. Because I like to see sinners getting saved. En þegar mér líkar að sjá syndar að verða hólpnir. So next time we take them. Og næst þá göngum við betur í það. What? There's people Maybe online. Yes, if you're online. Ef að þú ert að horfa á streymiveituna, I'm calling on your Vikings online. þá er ég að kalla á víkingana sem eru að horfa Come out að þið stíði fram. and be what God has called you to be. Að vertu það sem Guð kallaði til þess að vera. And it starts by receiving Jesus. Og það byrjar allt með því að taka á móti Jesú Kristi. Then you will be born from above. Og þú fæðist að ofan. You will be born of God. Og þú eru fæddur af Guði. And He will move on the inside. Og hann hrærir og tekur sér bústað innra með þér. And change your life forever. Umbreytir lífiðinu að eilífu. And you will be free from religion. Og þú eru frjáls frá trúarslepju bröðum. The same with you in here. Og sama með ykkur hér. My calling is to set people free from religion. Ég kallaði til að setja fólk frjálst frá svona helgislepju bölvun. Or especially for Christian religion. Og sérstaklega svona kristilegum helgisíðum. Because Christian religion have the right names, the right words. Og þau eru með réttu orðin og réttu fyrirsagnirnar. But it's dead. En það er engin kraftur, allt steindautt. So it's Christian life. En það er kristið líf. So if you don't have that, you're Christian, but then you can come, we will En ef pray þú for ekki you þetta too. líf, þá endilega máttu koma. And you will be free from condemnation, guilt and shame. Og þú eru algjörlega frjáls frá fyrirdæmingu, sektarkennd og skömm. God wants to restore your soul. Guð vill endur reisa sál þína. Anxiety and depression will let go in your life. Og ótti og þunglindi mun hörfa frá lífiðinu. And His peace will take control. Og friður hans tekur öll völd í lífiðinu. Fibromyalgia, what do you call it?
vöðvagikt, vefjagigt, joints, liðagikt, left shoulder. It can be many things. God wants to heal you vinstri now. öxl, Guð vill hrærast og snerta við á meðal okkar hér og nú. Somebody has problem because of COVID, Sumir, ykkur hér hefur átt í vanda út af COVID and somebody because of the vaccination. og ykkur út af bóluefnunum. No condemnation. God will heal you. Engin fyrirdæming, Guð mun lækna þig. Amen. We will take out the poison. Við tökum út eitrið. Amen. Amen. How do we do that? Hvernig gerum við það? Jesus. Í Jesú. In the name of Í Jesus. nafni Jesú. Amen. Do you have a song?